Lagið sem í gangi vögguvísa sem tónskáldið Jón Leifs samdi fyrir dóttur sína Líf eftir hún fæddist þann 20. ágúst árið 1929. Jón átti eftir að tileinka henni 4 önnur verk á lífsleiðinni sinni en þá undir töluvert sorglegri kringumstæðum. Jón var kvæntur austuríska píanóleikaranum Annie Ræðhoff sem var af gyðingaættum í báða leggi. Þau hjónin höfðu hreiðrað sig í Þýskalandi þar sem þau eignuðust 2 stúlkur, Snót og Líf. Vinna Jóns dró hann og oft fjölskylduna til annarra landa þar sem þau bjuggu til lengri eða skemmri tíma. Svo þegar stríð braust út í Evrópu voru þau först í Þýskalandi og svo seinna meir á því landsvæði sem Þýskaland hafði lagt undir sig. Annie og dætrum þeirra Jóns var hlíft gegn verstum ofsóknum nasista þar sem íslenskt vegabréf, uppruni og tengslanett Jóns reyndist þeim traustur skjöldur. En því miður náði sú vörn ekki til ættingja Annie. Öldruð móðir Annie var handsömuð í Prag, send í fangabúðir og svo seinna meir í útrýmingabúðirnar í Treblinka. Í stríðinu bjó fjölskyldan við þröngan kost og hætti að steðja að þeim úr öllum áttum. Mataskortur var viðvarandi heimilisgestur þessi árin. Óttinn við að nasistarnir kæmu inn að nóttina að sækja Annie og stelpurnar var rembisbundinn kvíðahnútur í maganum. Og frá árinu 1943 til 1944 bjuggu þeir í úthverfi Berlín þessi sprengjugnýr bandamanna ómað á dag og nótt. Einstutt dagbókafærsla Jóns frá janúar 1944 gefur smá hugmynd ástandið á þessum tíma. Loftárásir, svefnleysi og svo framvegis engin tónsmíði. Það tókst að lokum að fá sænskt ferðaleyfi. Svo í febrúar 1944 yfirgáfu þau Þýskaland og héldu til Svíþjóðar. Eftir að þau voru komin til Svíþjóðar tók við venjulegra líf, en hjónaband Jóns og Annie var eitt af fórnarlömbum stríðsins og Jón bað skilnað stuttu eftir flutningin. Annie og dætur þeirra bjuggu áfram í Svíþjóð, en íslensk náttúra og fornar hetjur kölluðu Jón aftur heim til Íslands. Eftir skilnaðinn blés köldu á milli Jóns og Annie sem hafði gífurlega áhrif á sálarlíf stelpnanna, sem lentu í miðju orðastríði foreldrana. Þær, nú ungar konur, höfðu lifað af heimstyrjöld, horftu eftir ömmu sinni sem var send í útrýmingabúðir fyrir að vera gyðingur eins og þær, og núna var pabbi þeirra að rífa í sundur heimilið og yfirgefa það fyrir fullt og allt. Jóni langaði að halda áfram að vera hluti af lífi dætra sinna en á sínum forsendum, sem leiddi til þess að þær urðu sífellt frá hverfurunum eftir því sem tíminn leið. Þetta óbærilega heimilisástand sem myndaðist kom mest niður á yngstu dótturinni Líf. Lífsglampin var horfin úr augum hennar, hún borðaði lítið, var orðin skinhoruð og sinnti áhugamálunum sínum af hálfum hug. Eftir að Líf kom til Svíþjóðar hafði hún sótt fiðlunámskeið á hverju sumri hjá Barkels á vesturströnd Svíþjóðar, þar sem hún hafði gert það að venju að synda kílómeters leið frá Hamborgsund yfir í Jakobsey á hverjum degi. 12. júlí 1947 var engin undantekning. Hún hélt niður á klettóttu ströndina sem myndi hana svo mikið á Ísland. Það var frekar hvasst og sjórinn var óvenju kaldur þennan dag. Fiskimaður varaði hana við því að synda í þessum aðstæðum. En hún fullvissaði hann að hún þekkti leiðina vel og stakk sér í sjóinn. Líf fannst 9 dögum síðar, aðeins 400 metrum frá þeim stað sem fötin hennar voru á ströndinni og þar sem margsinnis hafði verið leitað að henni, og eftir hún var fundin þá var ráðlagt maðgunum gegn því að óska eftir að sjá líkið. Heim á Íslandi beið Jón í örvæntingu eftir frekari fréttum og sökti sér í tónsmíðar á verkinni Baldur dag og nótt til að halda sér uppteknum uns Líf var fundin. Annie vildi að Líf var í jörðu hérna á Íslandi. Og eftir jarðaförina átti hún og Snót eftir að flytja til landsins, eflaust til að vera nær dóttur sinni. Annie bað Jón að sjá til þess að vögguvísan hennar væri flutt í jarðaförinni ásamt öðrum verkum sem voru henni kær. Á meðan Jón beið eftir dætrum sínum og fyrrverandi eiginkonu, hélt hann sér áfram uppteknum á þann eina hátt sem hann þekkti, með að semja tónlist. Eitt af þeim verkum sem spratt úr þessum ólýsanlega harmi sem ekkert foreldri ætti að bera hið undurfallega tónverk Requiem eða Sálumessa opus 33b sem í gangi núna.
Þetta verk var frumflutt þann 13. ágúst árið 1947 við jarðarför Lífar og eitt af 4 verkum sem Jón tileinkað dóttur sinni eftir að hún lést. Og eitt af sorglegasta við þetta lag að það svipar mjög til vögguvísunar sem hann samdi handinni eftir að hún fæddist. Textinn í laginu samtíningur úr íslenskum þjóðkvæðum og meginstefið Magnúsarkveða Jónasar Hallgrímssonar, þar sem heimurinn og allt í honum fer til síns griðarstaðar til að sofa. Sofðu nú sæl og sigur gefin, sofðu í unni þér. Þið sem vilja heyra öll verkin sem voru tileinkuð Líf og setti ég saman lagalista á YouTube, farið á rásina mína, ítið á playlist og þar hann.